Við erum komin hérna í samkomuhúsi í Grundarfirði. Hér fer fram markaður, endurvinnslu markaður. Hún Rut Rúnarsdóttir ætlar að segja okkur aðeins frá hugmyndinni og út á hvað hann gengur. Út á hvað gengur endurvinnslan markaður? Þetta bara, hvað ég var að segja, svona loppumarkaður, svona selja gamla hluti, selja bara hvað sem bara taka til í skúrnum eða húsinu sínu og bara, já. Þið ætlaðu að koma saman hérna nokkur og hafið hérna samkomuhúsið til afnota og hafið opið helgina. Er einhver skilyrði önnur? Þú veist, bara öllum frjálst að mæta? Það eru engin skilyrði. Nei. Við höfum reyndar kannski, þetta heitir endurvinnslan. Ég er ekki viss um að segja einhver að koma hérna að selja, þú veist, einhverja glænýjar vörur úr einhverju verslun. Þú veist, þetta er ekki svona pop-up markaður eða þannig. En við erum að reyna að hvað segir maður, bara þú veist að, já, endurnýta það sem við eigum, selja áfram. Koma hlutum fötum aftur í umferð? Já, fötum og bara munum, húsmunum og svona. Hvernig er þessi hugmynd tilkomin? Ætli hafi ekki verið bara þannig að við vorum, þú veist, hver í sínu horni, það var bílskúrsmarkaður og við vorum eitthvað að selja föt eitthvað hér og þar og það var svona skiptifatamarkaður hérna einhvern tímann. Já, það var bara svona hver í sínu horni að reyna að gera eitthvað smátteri og svo erum við líka með sölusíða Grundarfjarðar og það er mikið að gera þar og bæjarstjórinn kom eiginlega með hugmyndina að reyna að vera með eitthvað reglulega í samkomuhúsinu. Já, og þið hefur nefnilega haldið þetta nokkur sinnum? Já, við erum búin að halda einu sinni í vor og svo ætlum við að reyna kannski að hafa þetta svona 2 mánaða fresti. Já. Finnst þið vera vitundavakning á meðal fólks að reyna að fullnýta vörur og hluti? Já, algjörlega. Er þetta bóla? Er þetta bara tíska núna? Ég vona ekki. Nei, ég held ekki. Hefur þetta ekki alltaf verið, þú veist, það hefur alltaf verið stemning fyrir einhverjum svona bílskúrssölum og garðsölum og eitthvað. Þannig, nei, þetta er alveg komið til að vera áfram. Hvernig verðileggið vörurnar? Hvernig veistu hvað átt að setja einhverja peysa og skó og... Ég held að það sé bara rosalega mismunandi hvað fólk er að gera. Ég myndi aldrei selja neitt fyrir meira en helming af því sem ég keypti þá. En Þið voru svona uppbúrðin bara eitthvað? Nei, sko, þú veist, ég meina... Já, ég myndi nú ekki. Nei, þú veist, ég meina, höfum við bara glænýja skó sem ég var ekkert rosalega dugleg að nota. Þannig ég set bara 50 á það, þú veist, af því sem ég keypti þá. Já, þannig að nýr hlutur sem þú kaupir og slær helming af því þau eru endurseljan þó sért ekki búin að nota hann jafnvel. Já, algjörlega. Já, algjörlega. En svo finnst mér allavega persónulega eins og með barnaföt og svona, hafi þetta bara nógu ódýrt og bara þannig að þetta rúli áfram. Allir geti, haldið áfram að endurnýta fötin. Já. Nú er líka ein sem ætlar að gefa hreinlega mikið af sínu sem hún kemur með. Þá er hún bara að hugsa að koma svo aftur í umferð. Já. Og við höfum bæði verið með bara bása það sem fólk er að gefa eða verið með sérstakt borð. Þú veist, við erum komið með borð sem við ætlum að setja bara gjafa, við erum með gjafaborð þar sem hver og einn getur bara tekið það sem hún líst á og það er líka bara algjör snilld sko. Mér finnst til dæmis eins og með barnaföt og svona. Þú veist, það er kannski komið gat eða eitthvað blettur sem ég nefndi ekkert eitthvað að reyna við sko. En þú veist, það er alveg hægt að nota þetta í eitthvað svona drullumall og dótari sko. Það þarf ekkert að henda, þú veist, einhvern kann kannski að setja bót á buxur.